Í byrjun, verður velkomin Villi. Já, þakka að kærlega fyrir. Hvað segirðu gott? Ég mjög góður. Heyrðu, þú býrð á Akureyri. Já, já. Hvernig lífið á Akureyri? Það bara mjög þægilegt og gott, sko. Fyrir þá sem þekkja ekki, hvernig myndirðu lýsa þér í svona nokkrum orðum? Hvernig við lýsa maður á skemmtilegan hátt? Ég heiti Villi, ég ekki í skóla, ég vinn á skyndibitastaðnum Makinn á Akureyri. Myndi tjekka honum þar? Já, alltaf þar. Alltaf í lúgunni? Já. Og ég veit ekkert meira maður, það er svo ómerkilegur, sko. Frægasti TikTok gæi frá Akureyri, myndi ég segja? Nei, það. Hver eru líka frá Akureyri? Elvar Fossdal og... Elvar Fossdal, já. Og hvað heit, Nei, nú veit ég ekki. Ég kom inn í djúpur skít núna, sko. Hún er á N4. Já, ég veit. Já, hún heitir eitthvað. Ég sé andlitið. Ég sé andlitið. Þetta er mjög skrítið spurning, en nú eru heima hjá þér. Já, sko vanlega, þeir sem eru að horfa á þáttinn, sko. Sjáum við erum í alltaf stað núna, við erum búin að færa okkur set. Já. Búin að taka smá tíma, smá pásu, fór hana til útlanda og eitthvað. Bara ekkert stress á mér. Já. Svo komstu bara í bæinn og við vorum alltaf búin að tala að gera podcast í, hálft ára eitthvað. Já, náttúrulega, ég læt ekki sjá mér oft, sko, þannig að ég er í bænum. Hversu oft kemur í bæinn eiginlega? Bara svona ándjúks einu svona ári, sko. Já, mætti halda það. Fæ alltaf bara stress nút í magan og hausverk. Já, ég ætla líka að spyrja þig áttu Parataps eða? Á ég Parataps? Já, þetta er... Já, íbúfen held ég út í bíl. Já, ekki bara náið það snakast, það ekki? Já, ég skal tala við þig á meðan. Fyrir glögga áhorfendur, kannski takk eftir þegar ég með aflitað hár. Jú, ég veit að svona smá vinnustagrín og við vorum að taka eitthvað upp fyrir vinnuna og vaknaði með aflitað hár og 2 tattoo, bróskall og mertur akin algjör æpa. Já, ég alltaf gaman að tala við sjálfa sig, það er eitthvað við það. Nei, ég er náttúrulega að tala við ykkur sem heima sitið og þið eru frábær. Bara æðislega mannur og þannig hljóma eins og ykkur hvað heitir þetta? Munkur. Já, ekki. Hvað að drekka? Það er bara vatn, það ekki. Kom með íbúfen í stúdíóið, í stofuna. Náttúrulega, sko, að fylgir Reykjavík að vera stressaður, sko, og ég sem stressaði maður sem ég fæ alltaf hausverk. Það fylgir Reykjavíkinni, sko. Ég fór í apótek í gær og keypti mér Parataps og tré og bara allt mögulegt, sko. Gleymdi að taka með mér í dag. Já, þakka kærlega fyrir. Þetta er fyrsta podcast mér fyrir ég að fá íbúfen. Þessi þáttur er sponsorað af vatni, hreinu íslensku vatni. Veit ekki hvort þessi vara sést, þetta er ekki sponsor. Nei. Þessi þáttur er búið Coolbet Merch. Já. Gleymum ekki því. Nei, ég er ekki í því núna. Nei. Það er heim upp í skáp. Og Börs, hlæðslubanka, ég er bara ekki með á mig núna. Já. En það skiptir ekki máli. Nei. Ég man, þú var ætlað að setja einu svona markmið að koma í bæinn svona einu svona 1-2 mánaða fresti. Já. Það stóðst ekki. Nei, já. Hann vildi sagði mér það, sko, hvernig var það? Nóvember í fyrra. Jú, eitthvað svona. Það er alveg næstu í ár síðan. Við gerum náttúrulega rosalega þætti. Já. Sem þetta vilja fyrir bæinn. Þið getið, ef ég man eftir því og þeir eru að horfa á þáttinn, þá kemur örugglega trailer núna. Svona, sko. Það er alltaf... Sko, ég miskildi eitthvað, sko. Þetta er familja. Það er alltaf að leika inn Eitt flottasti bíl sem til er svona, sko, dúdidú. Gatti. Hvað fokkanum er þetta Jónáms? Bitch, ég svo geeky, með nýjan bíl. Gefa í, stoppa í flý. Alltaf sweet, killa þetta beat. Djöfull kallt maður. Já.
Þetta er trailer aldarinnar. Ég gleymdi örugglega. Já. Það skiptir ekki máli. Hann er allavega, getur hort á alla seríuna sem sagt 3 þættir. Hvað voru, Við vorum með plana 8 þætti, pældi því. Já, og endum að 3. Já, við tókum upp sko 2 þætti á 2 dögum í nóvember. Svo bara, hvenær kemur næst? Heyri, ég kem hérna í desember, ok, ekki. Svo gerist það ekki, ég bara, kemur í janúar, bara, ég kem í janúar. Svo voru bara, heyrðu, þegar maður bombis út, þannig að fyrsti þátturinn þurfti náttúrulega að gerast á Akureyri. Já. Hann ekki, ég kem bara í bæinn í febrúar. Það gerist ekki. Svo fór ég reynda til Akureyrar í... Var það ekki bara mars? Ég kom í mars. Já. Og þá gerðu þátt 1 og svo bombum við út og svo bara kom ekki fleiri þættir. Vorum með læna upp. Já, við vorum alltaf mikið lannað upp, sko. 8 þættir, sko. Við búin að senda á hellingaliði, bara ert út til að vera með og þau alltaf bara já. Já, það var líka mjög margir sem vildi vera með og síðan bara hættu við. Já, þetta var svona mission sem... Hver er að banka? Herðu. Andri! Það er einhvern að banka. Þetta er svo gaman svona við heimilisástuður. Og ef það er Jóhann, þá er ég að nota síman hans. Nei, þetta er eitthvað að spyrja eftir litla bróðum mínum sem sagt. Já. Sem betur fer út af því að ég fann ekki kameruna, þannig að við erum að nota síman á litla bróðum mínum. Takk Jóhann Berg. Já, takk Jóhann. Hann veit ekki snafissu sko. Nei. Hann er einhver staðar úti. Hann er í skólanum. Takk. Heyrðu, ég gleymd, ég byrjaði að setja svona spurningar á Instagram. Já. Og ég gleymd að gera. Ég literally setti það fyrir 13 mínútum. Og við ætlum að fara svona yfir þetta í gegnum svona þegar kemur í líður á þáttinn. Ég ætla að spyrja bara svona þegar nýtt poppar upp. Já. Ég bara lesa hana fyrstu spurninguna. Er það eitthvað horralegt eða? Nei, hver er besti ljósmyndari landsins? Já. Grunað ekki Gvend. Það sé ekki bara Einar. Vá, veistu hvað ég sagði þetta? Var þetta ekki bara maður sjálfur? Þetta var maður sjálfur, sjálf þetta Einar. Ertu með tattoo? Ég var hérna á hann að segja fólkinu frá... Ég skal bara segja hann aftur. Já. Sko, við vorum hérna að taka upp í vinnunni svona smá grínmyndband. Grínmyndband. Akin draumurinn. Má ekki segja mikið frá það ef eitthvað skildi vera að horfa þarna af leiru eða veganesti. Með ekki stela hugmyndinni. Nei. En allavega ég vaknaði hérna með svona fallegan broskall hérna. Já. Það vaknaði ekki með hann, ég náttúrulega manni ég fekk mér hann. og ég er mertur Akin. Nú ertu lojal á þessum staða eilífu. Já, ég er fastur hana. Bara að eilífu. Já. Hvað ertu búin að vinna hana lengi? Allavega ár, sko. Já, 1,5 held ég. Það er rosalegt, sko. Já. Þyrfti kannski að drífa sig að fara í eitthvað skóla eða eitthvað, en... Hvaða skóla varstu í menntaskóla? Já, sko, ég var í Vaffema í svona 2 vikur. Og svo bara, nei, þetta er ekki... Já, ég bara lífaði tjatt eins og maður segir. Ég samt byrjaði ekki þar, sko. Ég byrjaði í Neskupstað. Já. Á, hérna, ég ætla að reka mig utan í mækinn, maður. Hérna, í Vaffa. Verkmenntaskóla Austurlands. Já, þar sem fólk veit ekki hvað það er. Já. Þið voru að læra eitthvað nýtt eins og ég. Neskupstaður, það er hérna, á austanmegin við landið. Hann er á Íslandi, það er það sem skiptir máli. Já. Ég var þar í einhverja 2 vikur, en ég droppaði þar út. Þannig er 2 sinnum dropout. Já. Gafst upp á skóla og nú bara að lifa þessara akureyriska menningu. Ég meina, Akureyri er góð stað. Við erum aðra spurningu. Það fór sama mannesku. Viltu ekki gíska hvað manneska þetta er? Já. Er þetta Einar aftur eða? Nei, þetta er annar. Er þetta annar? Hann spyr hérna hvernig fer það því að vera svona goddamn sexy. Já, ég veit það ekki. Þetta er Guðmundur Jónasson. Já, hann var nú með okkur að taka upp hann að þættina. Já, hann var með okkur. Hann var duggur aðstofamaður. Já, svona stóð svona mikið fyrir aftan og svo ekki orð. Já, basically. Næsta spurning, hvað skóskar ertu í? Skóstæðir. Sko, ég held að myndir ekki trúa að ég segi skóstæðirna mína, sko, því ég er með mjög svona skrítna fætur. Já. Og ekki tekur rosalega hávaxinn. Ég er í 45. Já. Það er, hvað er það?
það er stórt. Þetta orð. Það Já. er reyndar orð, já. Ég var að fara að leika þarna skóstæðurna mína hérna fyrir þig. Já, hún er svona, Hún er einhvern veginn svona, sko. hvað er það margir sentimetrar? Ég hef aldrei pælt í, Það er ekki 45 sentimetrar. Nei, ég það. það meikar ekki sens. Nei, ég veit ekki. 45 sentimetrar er alveg eitthvað, svona eitthvað. Já. Þú veist, þetta er svona 2 Red Bull dósir. Já, 2 Red Bull dósir, geggjuð Já, það ekki? myndlíking, segir maður það. Já, segjum það. En hvað, akkur í bænum núna? Hvað kom til? Ég er bara að fara til Ítalíu á morgun, sko. Já, það er ekkert annað. Var í helgafrí í vinnunni og kom með bílpróf, hann að bara, maður skellir sér bara suður. Varst ekki alltaf með bílpróf? Nei, ég er nýkom með það. Varstu nýkom með bílpróf? Já, það er svona, það er eina afsökunin, þú veist, það er svona eina ástæðilega ég kom aldrei í bæinn, sko. Já, ok, það meikar sens. Vildi aldrei segja að þú ert búin að eiga 2 bíla og... Þú átti náttúrulega bara mest iconic bíl Íslandssögunar, Já, blessu sem minning hans. Þorstabílinn. Já, hann náttúrulega kviknaði í honum daginn. Hvað gerðist? Bara, ég man eftir við vorum takandi upp með honum í mars. Já. Þá var enda fastur í einhverju snjóskaplega, ekki búin að haggast í svona... Já, og nokkra skottið var mánuði. opið, sko. Og var skottið opið. Já. Skottið var opið, þannig að, þú veist, hann var að eyða rafmagni allan veturinn. Já. Og ég vissi það ekki, þannig að, þú veist, það er sumari kom og maður ætlaði svona að fara að duttast að sig í honum. Þá bara virkaði hann ekki. Og hvernig, þú veist, hvenær gerðist þetta? Það kviknaði í honum. Já, hvenær gerðist það? Það gerðist, sko, náttúrulega ég átti ekki bílinn að kviknaði í honum. Nei, varstu búin að selja hann? Ég hef búin að selja hann. Hvert rændiru? Það er nefnilega ég sem stór tapað á þessu. Sko, nú ætla ég bara að segja bara öllum þessa sögu bara hérna þrátt fyrir allt. Þetta er sögustund. Sko, þetta byrjaði allt með því. Hjörtur vampíra Hjörtur vampíra. var að selja möstu. Og ég hérna litli bílakalli sem ég hafði mikið náhuga á þessari möstu. Og síðan heyri ég á honum, herriði mastan til eða? Bara, nei, ég með annar bíl fyrir þig. Sendum mynd á þorstabílnum. Bara okkur geggjað, hvað heldur mikið fyrir hann? 380.000. Sem að bara það var ræntan. Já. Og ég bara, hvað segir 200 skall? Nei, hann hækkaði verðið alltaf. Þannig að ég endaði að kaupa hann á 380. Tók ég hann á dagsferð með félaga mínum og ná í bílinn. Og og ekki nóg með það. Þannig að drapa hann á sér á orkunni við Breiðholti. Já. Bara vildi ekki kveikja á sér og þurftum að hýra einhverjum gæjum hann með einhverja leiðara og eitthvað svoleiðis til að láta kveikja aftur á bílnum. Og það var ekki að ganga og hann var bensínlaus og við vorum með einhver ónýta orkulykla og símann og báðu dauðir og við vorum í einhverju vesinni, sko. Og síðan kom að því þegar ég þurfti að selja hann aftur. Það vildi enginn kaupa hann á bíl. Nei, ég skil það. Þannig að ég enda á að selja hann á 20 skall. Já. Ég geta alveg bara farið með þeirri pressuna. Þú gast ángriðs. Já, það var ræntig basically. Já. Þetta er svona the perfect scam story, ef þú fattar mig. Já, passi ykkur á netinu krakkar. Hann er, Hjörtur núna, hann er skelli hlæjandi. Já. Þegar þú réttur hún 380 skallin í stælum eða eitthvað. Hann horfði á þig, bara djöfisins hálfviti er hann að trúa mér. Og líka maðurinn var ekki heima, sko. Já, var einhver annar sem... Já, konan hans. Hann bara vildi ekki horfa í andlitaður og gefa í bílinn örugla. Já. Líka hann heyrði aldrei aftur í mér eftir þessar bílasögur, sko. Nei, ég get alveg vel trúað því. En hvernig kviknaði í honum bara? Var einhver vinuðin sem keypti hann? Já, félagi minn á Egilsstöðum keypti hann og hann seldi hann aftur. Og og þeir segja að einhverjar snúrir í bílnum hafa bara eyðilagst bara. Já, eins gott að þú varst bara ekki að keyra hann. Já. Það hefði verið rosalega þegar maðurinn hefði verið að keyra hann, þetta var alveg saga. Það hefði verið fyndið, sko. Bara verið að keyra Reykjavík sem bara kviknar í bílnum. Brann bara til kaldra kóla. Já. Blessu sé minning Þorstabílsins. Blessuð sé minning Þorstabílsins. Er ég komið með einhverja fleiri skemmtilega Instagram spurningar? Jú, ég er komið með já. Ok. Það stendur bara já, það er eina sem stendur. Nei, við erum ekki komið neitt með skemmtilegt, en ég ætla að taka í hraðaspurningar. Ok. Ekkert rétt eða rámt. Nei. Þetta eru bara hraðaspurningar ef þið eru búin að hlusta á þætti. Þá hafið ég heyrt þessar spurningar svona 8 sinnum áður. Og þetta er bara fyrsta sem poppar upp í hausinn á þér. Ok. Og hvað er upp á smaturinn? Lasagna. Hvað farið í morgumat? Ekkert. Ekkert, já. Mest pirrandi manneskja sem þú þekkir?
Hefðu, ætli ég þurfi ekki bara að henda bara, segjum bara Palli. Palli, Já, Palli syngur. já, Alvöru legend, sko. Palli syngur á TikTok. Ef þú væri dýr, hvað dýr væri? Kólabjörn, Akkurru? ég veit það ekki. Ef þú mætti búa hvar sem er í heiminum, hvar væri það? Ég held ég myndi búa í Vestmannaeyjum. Vestmannaeyjum, já? Já. Er eitthvað sérstök ástæða fyrir því? Nei, bara svona lítið þorparn einhvern veginn og... Frá Akureyri til Vestmannaeyja? Nei, ég hef aldrei farið til Vestmannaeyja. Aldrei farið til Vestmannaeyja? Nei. Þú vorst að fara að kíkja þangað, sko. Já, ég kíkja þangað einhvern tímann. Þetta er eitt bátur. Já. Kanntu að elda? Nei, já, það er ekki að segja já að þið vinna matsölustaða. Jú, eiginlega. Jú. Ertu með eitthvað skrítið habit? Habit? Hvað er það? Shit, ég man ekki, ég bara man þetta orð. Það er að kækir það? Kækir, já, kækir, það er akkurat íslensk orði. Já, ég er alltaf eins og eitthvað kanína, sko. Ég tek alltaf þetta hérna. Já. Líka Aldrei tekið eftir blikka henni. oft. Sér líka að tekja hænuna stundum. Hænuna? Já. Þú veist bara tala eins og hæna í smá stund. Já, ok. Það er áhugavert. Já, akkurat. Hvað er eitthvað eitt sem er á bucket listanínum? Fara slafi kenguru. Fara í slafi kenguru. Já. Þannig að það er plan að fara einhvern tímann til Ástralíu í framtíðinni. Fara til Ástralíu, fara í svona bíla einhvern veginn. Og finna kengur bara út okkur í túnni. Já. Það er náttúrulega út um allt í Ástralíu. Já, er það ekki? Er það ekki? Já, ég held það. Eru Nei, það er ekki í Asíu. kenguru í Ástralíu? Já. Það eru örugglengstar aðra staðar. Við erum engi sérfræðingar enna, sko. Hvert var að gera á Ítalíu? Þetta er bara eitthvað svona fermingaferð fyrir systur mína. Já, var þú að fara að ferma þig? Ég man eftir, sko, þegar við vorum að fermast og fórum við í vatna, sko, og ég bara kom á, þetta er eitthvað next level shit, sko. Fermingar með press til Ítalíu, það er endar Hvert á Ítalíu? Naples. Naples. Já. Naples, jú. Ég veit það ekki. Jú, þú veist, þetta heitir Naples Napoli eitthvað. Napoli. Já. Þetta er á Ítalíu, það er einu sem skiptir máli. Hvað var hann lengi? Ég verð í kem 20. og verð til 28. Já, hann 8 dagar. 7-8 dagar. Ég er að kíkja hana. Heyrðu, hvenær ætlar að gefa fólkinu það sem það vill og gera TikTok með Viktor Smith? Segir Viktor Smith. Það var eitthvað Viktor að biðja að gera TikTok með sér. Já, sko nú, ég veit ekki hvort ég eigi að þekkja Viktor Smith, sko. Getur verið að ég þekki Viktor, en þú veist bara Viktor Smith þarf að senda bara línum á Instagram. Shoutout á Viktor. Heyrðu, hvað ertu með marga TikTok followers? Það er bara 7.400 síðast ég tjekkaði í gær, held ég. Já, út með 7.580. Bang. Bang, það er alltaf gerast. Já, En hversu marga Instagram followers ertu með? 1.400. Ég man ekki alveg, sko. Jú, gíska. 1.457. 66, þú veist, helviti nálægt í. Heyrðu, hvað er svona draumajobbið þitt? Ætla sér ekki bara að vera trúður, það er eina sem ég get. Er það ekki? Jú. Er það ekki bara langskemmtilegast? Já. Láta hlæja sér. Það er sko, já, ég held að það sé eina sem ég kann. Já. Það, þú veist, ég veit ekki neitt. Veit ekkert íþróttir, þú veist, þú veist, já. Og allt þetta, sko. Þú veist, ég bara veit ekki neitt, sko. Nei, það er líka bara gaman. Já. Það vantar fleiri trúð á Ísland. Já. Svo sannarlega. Heyrðu, mér langar að það gerist alltaf fyndi daginn. Ok. Við tókum þig. Þú veist alveg hvað ég tala um. Já. Sem sagt, sko, ef það ekki sé að ég og Gústi, við hringdum í Villa. Tökum vatnssopa. Við hringdum í Villa, sem sagt, í veislunni á FM. Hér á FM. Hér á FM. Og út því að
TikTok-nafni þitt er Willi Junior, þú ert bara svona þekktur sem Willi Junior bara alls staðar. Og við fundum gæja bara upp á sín, bara einhvern random gæja til að ringi í þig úr FM símanum, bara heyru, þú þarft að breyta nafninu, Steindi Junior er ekki ánægð með nafni. Og ég postaði þess á TikTok, postaði þess á TikTok, það fekk alveg 73.000 views sem meikar engan sens. Já. 3.500 likes. Já, það er kannski af því að 10% er frá Þýskalandi, 10% frá Bretlandi. Allavega, það skiptir ekki máli. Ef ekki bara spila, ég postaði nefnilega bara mínútu á TikTok. Já. Þetta var alveg 3 mínútna símtali eitthvað og alveg 3 mínútna undirbúningu sko, og það sem gerðist sko í vídeóinu er að Gústi er eitthvað að tala og svo stoppar hann eitthvað að tala og ég fatta hvað hann er að reyna að segja, þannig að mér finnst það fyndi og er eitthvað, já það er ógeðslega fyndi og hann er eitthvað, gefa mér eitthvað handasignals og eitthvað. Það var út í að þú varst held ég búin að svara. Já. Heyrður einhverja raddir? Nei, ég heyrði eitthvað svona smá svona fliss og híjana, ég bara fatta ekki, ég var nývaknaður alltaf. Já, ég held að það er nefnilega út í að það er örugglega verið slökkt á mæknum mínum í símtalinu. Já. En það var alveg góða 5 sekúndur sem ég var að tala og þú varst búin að svara og Gústi hann var bara fucking þegju. Mér langar, ég ætla ekki að segja nefnum ekki, við ætlum að sýna þetta bara núna. Roll the clip. Það held ég að þeirra hlusta á FM 957. Rétt. Við erum hérna stattir Óla og Gústi og við erum komið góðan gest, Krissi Haf, hvað segirðu gott? Ég gæti ekki verið betri, takk strákar mínir. Sko, við erum að fara að gera streamat í Villa og það þekki allir Villa. Willi Junior. Já, þetta er Willi Junior, hann er legend. Legend í leiknum. Næsti Steindi Junior öfl. Já, mögulega. Við ætlum að láta þig, Krissi, hringja í Villa. Já. Af því að hann þekki röddina okkar Óla. Já. Hvað erum við að fara að láta Krissi Haf segja nákvæmlega við Villa Junior? Ok, það finnst ég að þú segist þér að vinna upp á stöð 2 og þú hafa verið áhyggjur af því að þetta sé of líkt nafninu. Láttu það Steinda. Þú ert að ringja frá Þetta er svo ekki hugmynd, sko. Halló. Já, góðan daginn, er það Villi? Já. Já, góðan daginn, ég heiti Guðjón, hringi frá stöð 2. Já, blessaður. Sælir, ég ætla bara að tjekka hérna, sko, við vorum að velta fyrir okkur, hérna upp á stöð. Já. Þú ert kallaði Willi Junior, ekki? Jú. Sko, hérna, við erum alltaf með Steinda hjá okkur. Já. Og sko, þetta nafnið er svolítið líkt hans. Já. Þannig að ég er bara að para, þú veist, hérna, er eitthvað sens að þú breytir það? Já, það er ekki mál. Já, að veist, skilur, hann bara pæli þessu, skilur, svona út af við, skilur, betra þess að sé bara 1 junior, sko. Já, ég skilur það. Spurðu hvernig þú verið kannski fyrir senior bara. Er það eitthvað? Ég skal bara henda mér í villóin eða eitthvað, ég veit það ekki. Já. Já, sko, að því að junior, sko, það er bara Steindi eða, sko. Já, ég skilur saman þér. Þannig að hérna... Ég bara kallar þetta í fjölskylduna því að minn heitir Willi líka, sko. Já, einmitt. Þannig... Já, Steindi hafa eitthvað áhyggjur af þessu. Já, ég skil hann. Já. En hérna, já, þú ert bara senior þá bara? Já. Já. Bara snild, hérna, við verðum spyrir sambandi var þetta, ekki? Jú. Það er ekki málið. Bara æði, við bara gerum eitthvað í kringum þetta, plöggum þetta og svona, bara flott. Já. Ekki spurning maður, þá verðum við spyrir sambandi. Nei, already. Ok maður. Já, bye. Takk, bye. Óli, ég vildi ekki eins og segja hann þetta hafi verið brandari. Látum hann bara vera að pæla í sig allan dag hvað þetta var skrítið. Nei, við verðum að ringja tilbaka á hann og breytir þessu, sko. Nei, þetta var ekkert eðlilega gott. Krissi Haf, var þetta ekki gott? Þetta var ekki, takk fyrir. Þú stóðst ekkert eðlilega vel. Þetta var svolítið on the spot. Þú veist, maður tekur þetta on the spot. Já, þú ert alveg, þú kannt að gera þetta on the spot, þannig að við gátum treystir. Já, þið leiðir þetta við kallinn. Já. Ég með samanskapið. Krissi Haf, gera það núna. Já, þetta var mjög fyndið. Þetta var mjög fyndið. Ógeðslega fyndið ef ég svo gleymi bara að setja þetta inn. Já. Þegar ég sendi þér þarna, þú veist, ég var ekki að djóka, þú veist, ég sendi á nokkra, sko. Þú YouTube að how to change your name on TikTok. Þú sendir á mig bara, Sæli, hvernig hérna breyti ég. Já. Og við hringdum í því á FaceTime svo eftir á. Já. Þú trúður þessu? Ég trúi þessu. En það er líka bara svo fyndið hvað þetta kom svo upp úr þurru.
út af því að við vorum ákveð að gera símarekki, vorum að láta hann fólk skrifa undir eitthvað rugl og svo eftir bara eitthvað 5 símaðið eitthvað, ég bara eitthvað þurfum að gera símaðið í Villa Junior og hann símaðs kóngurinn sko, það ein saga sko, þegar ég var á Akureyri annarkvort 2021 eða 2022 mér langar að segja meira 2021 þegar við vorum með þér og einhverjum 2 öðrum meisturum og vorum að keyra allt Akureyri að gera símaðið sorry, en það var bara fyndnasta augnablik lífsmins veistu hvað ég er að tala um? Já, ég var ekki þannig að þegar með Dominos-ringin Dominos-pizzuna og kiftingarringin við biðum eftir biðum fyrir utan Dominos tókum upp TikTok og Dominos þar sem við biðum heimsendingu og þannig að búið að loka bara best að kæfta þessum ég veit ef ykkur leiðist þá getur ég skrolla á TikTokinu mínu í hvað var þetta, mars 2021 Já, ég skoði daginn, ég skrifaði bara Ólafur Jóhann Dominos, þá kom þetta strax já, þetta var fokkið fyndið en þannig að voru smá pirraðir þannig að við komum að elta næsta pizzasendir sko. og við eltum hann allan Akureyri spæði ekkert creepy bái var það löglegt? Alltaf bíla? Já, ég ger þetta oft Já, það hlýtur að vera löglegt skilt ekki máli og ef þetta er ólöglegt þá gerðum við þetta ekki við erum bara búið til sögustannum við sem sagt fórum og eltum Dominosbíl sáum hann labbi inn í eitthvað hús og við vorum bara hvað hús er þetta svo sáum við náttúrulega húsi fundum manneskjuna og þú hringdir í hana náttúrulega og sagðist vera Dominosbakarinn og eitthvað, sæl, varst þú að panta Dominos? Hún eitthvað, já bara ekki eitthvað og sagði svo bara, heyru, giftingarringur með það, ég held ég hef aldrei hlegið jafn mikið á ævinni getur að lauma stundir en það pepperónísnið þannig þú verður bara að kíkja sko þetta sko við erum náttúrulega postuðum því ekki á TikTok gerðu við það? Nei, við tókum það aldrei upp nefnilega. Nei, það er náttúrulega skellur sko það var ógeðslega að fyndi konan var ekki ána Nei minni mig varst þú líka með þegar lítum mann fór út með klósett Já, við vorum það er önnur good shit saga sko þetta var annarkvort sama kvöld eða kvöld eftir annarkvort, við sem sagt fundum eitthvað hús Er þetta ekki eitthvað svona Steinda-inspired eða eitthvað? Jú, ég var nýbúinn að horfa á eitthvað þátt með Steinda sem hann var að gera það. Já, ok, þetta var alltaf mjög gott. Þetta var ekki dæla fyndið. Við fórum sér satt, basically, já, og þetta tók alveg 3-4 tilraunir eða eitthvað. Já, líka við hittum að fela okkur einhvern veginn og voru svo mörg inn í bílnum og... Við vorum alveg 5 inn í bílnum, með kveikljós, vorum eitthvað að beygja okkur og eitthvað. Þetta var ógeðslega fyndið, sko. Svo loksins bara eitthvað náðu við og þú varst að setja eitthvað barnapía í húsinu við hliðina og þú ert búin að já, gera nummer 2 og það er engin klósettpappír og þú ert bara í gjörsamlega í neyð og við einhvern veginn náðum að plata gæðin í næsta húsi til að stökkva yfir með klósettpappír og það var eitthvað eðlilega að fyndi. Og það skilja hann eftir á gangstéttinni að beint fyrir fram að hurðina sko. Svo man ég líka að við gerðum þetta af einhverja konu, hún var brjáluð. Já, þannig að hún kom út að skamma okkur. Já, það var komið svona 10 mismunandi afsökunir. Þetta var top 3 bara óþægilegstu mómenti bara lífsbís. Já, ég þurfti að hendi að horfa á Lion King Nei, við erum bara fyrir utan einhverja random blokk að horfa á Lion King. Það var svo gott. Líka það voru allir, ertu ekki að tala um hann að hún kom út að skamma okkur hann Já. En við vorum svona ekki að gera símat í hana, gömul kona. Við vorum ekki að gera símat í hana, við vorum að gera símat í einhverja allt aðra mannesku. Já, það var svona hópur af fólki að tala saman og benda á bílinn og... Já, það var alveg út klukka, þessi bíl þarna, hann er eitthvað grunnsamlegur. Já. Heldur að koma eitthvað á hverfisgrúppuna eða eitthvað, það kemur alveg ofta á hverfisgrúppuna, heyrðu, við erum búin að sjá hérna bílkeyrum aldrei oftina. Heldur að koma eitthvað inn á hverfisgrúppuna, úlingar. Það kemur ekki neitt og sko, Akureyringar eru svo nójaðir, það má ekki að labba hann lengur fram hjá húsi, það bara herðu, það var maður hérna að labba fram hjá húsinu mínu. City of Joy, Akureyri. Já, þetta er City of Joy. Ekki kalla það? Jú. Heyrðu, svo Akureyraferðin eru náttúrulega ógeðslega skemmtilegar. Akureyraferðin? Já, sem ég fer, sko. Já. Svo man ég sko árið seinna, ég veit ekki hvort ég á að segja þetta, en þegar vorum að taka upp villi fyrir bæinn. Já. Þátt 1. Já, ekki bara sleppa að segja þetta. Hvað var það? Manstu þarna hjá World Class? Þetta var svo augljóst. Ég skulle bara sleppa að segja þessu sögu. Sleppa að segja þessu sögu? Það ekki. Ok, þetta var alltaf, þetta var fyndið, ef þið horfum á þáttinn þá veit ég hvað vorum að tala um. Já. Þetta var eitthvað óþægilegasta moment bara sem ég gert.
Hvað finnst þér um lýðveldi Íslands? Spyr Elgósi. Lýðveldi Íslands. Það ekki 7. júní eða? Hvað finnst þér um lýðveldi Íslands? Þjóðhátíðardagurinn á 17. júní. Já, það er bara geggjað. Það ekki? Jú, þetta var bara flott svar. Takk Lárus. Nei, ég veit ekki lýðveldi sko. Ég er bara heima hérna. Já, bara Íslendingur. Já. Heyrðu, ég ætla að spyrja nokkrar já eða nei spurningar. Ok. Ertu matarkæri maður eða ertu mjög matvondur? Ég get verið matvondastu maður á veröldinni ég sko. Já, ég líka. Borðar lakkrís já eða nei? Nei. Nei, sammála. Sveppir? Nei. Sammála. Drekka bara einn tegund af mjólk, kannski bara með, kannski að fá þér, segjum bara oft að fá þér, með einhvern mat. Sko, ég náttúrulega veit mann sem fær sér steik á mjólk, sko. Já, nákvæmlega. En segjum oft að fá þér góða steik, myndur þú fá mjólk? Nei. Eða bara drekka mjólk? Ég myndi drekka mjólk, en ekki bara með einhver fyrir steik, sko. Nei, nákvæmlega. Dögt súkkulaði? Já. Er það ekki bara? Er það ekki stemming? Jú, örugglega. Rauðlaukur? Nei. Nei. Hvað fær þér í bragðari veginn? Jarðarber, djúvel brámið maður, þrist og karmeludífu. Karmeludífu, það er gott. Kókapöfs eða Seriós? Kókapöfs. Þegar þú færir frostpinna, sem ég veit ekki hvort það er oft. Já. Bítur í hann? Nei. Nei. Ég þól ekki að vera bít í frostpinna. Já, það bara býta, þú veist, þetta er svo vont, sko. Ég veit það, samanlá. Heitir réttir í veislum? Já. Já. Þeir eru góður, og verður ekki á að neyspurningar. Jú, þetta var já að neyspurning, mér finnst þér bara ógeðslegir, sko. Nei, það. Reynda, sko, ef þeir eru skinkulausir, þá eru þeir góður, sko. Já, ok, ég get staðfesta. Ef þú verið tré, hvernig tré væri? Þetta er ekki já að neyspurning. Já, ég myndi vera eitthvað svona grenitré. Grenitré, já. Svona sting. Hann stingur. Munið þannig að þegar þið frá Akin klæðist vesti, skotheldu vesti. Maður veit aldrei hvað villi leynist. Það er aldrei að vita, sko. Nei, þú veist. Já, bara jólatré. Hvað er að finnast það sem hefur gerst fyrir nýlega? Nýlega? Já, eða þú veist bara, við getum gert bæði nýlega og líka bara frá upphafi. Frá upphafi? Finnast það? Það er mjög mikið myndi ég ekki, sko. Já, þú veist, þetta er líka þannig svona, ég fatt ekki að þetta fyndið ekki, sko, það er alltaf eitthvað með mér. Já. Sko, jú, herði, ég var að dæla bensín daginn. Já. Mér fannst ekki að dæla spes, eða þú veist, ekki að dæla bensín, en það kom maður. Ég var eitthvað svona í símanum, eitthvað að senda skilabóð mömmu eða eitthvað og hann sagði mér ég þyrfti að hætta þér í símanum. Bara hvað, á hverju? Það geti kveiknað bílnum og verið í símanum að dæla bensíni. Það gerist þér við þorstabílinu, sko. Já, var þetta ekki bara eigandi þorstabílsins eða? Það vildi ekki segja mér það. Örugglega. God damn. Ég meina, trúið þú líka þegar þú slítill að það má ekki hafa kveikt ljós inn í bílnum? Ljósin inn í bílnum þannig í loftinu? Já. Trúið þú líka því þegar þú var slítill að það var ólöglegt? Það var ólöglegt? Já. Nei. Har aldrei sagt þér það? Nei. Nei? Heppin? Bara truflaði bílstjóran og ég skildi alltaf að slökta þeim. Það var sagt mér við að það var ólöglegt. Svo sá ég það bara einhvern tímann og það var ekkert ólöglegt. Var það bara nýlega það? Bara fyrir nokkrum árum eða eitthvað. Þetta er svo steikt dæmi, sko. Ætlum að kíkja hvort það eru komið fleiri Instagram spurningar. Það er náttúrulega skeitt smá sér þetta sólarhring of seint, sko. Já, það gerist. En ég meina allir þeir sem hafa hort á podcastum þetta vita að það kemur allir þættir eru sko hvað ætti ég að segja ákveðnir með bara dagsfyrirvara. Já, þetta var dagsfyrirvara hjá okkur, sko. Nánast, nei. Jú, þú sendir á laugardaginn. Það er svo mánudagur í dag þegar maður tekið upp. Já. Það er að vera komin þriðjudagur. Það er mánudagur að vera komin þriðjudagur. Já, það er mánudagur. Já, og þú sendir sem sagt á hvað var á laugardaginn eitthvað var í bænum? Já. Laugardaginn, já, segjum það. Og ég segi, já, heyrumst á morgun. Þannig að við plönum bara
við basically svona stöðfustum þetta bara að vera núna klukkan 3 bara ángríns í dag. Já. Ég sendi á það bara, það ekki örugglega 3? Og þú bara, jú, og við bara, ok, veisla, þá erum við komin. Já. En ég meina, sko, hvenær, ef við förum aftur í the TikTok game, hvenær byrjar þú? Þú átti náttúrulega besta TikTok 2020, sko. Hvað var það? Það var hana, hvað hét lagið? Hana fucking, þetta ógeðslega pirrandi lag núna í dag. Hana hana dansar sem bara allir á TikTok gera með Mr. Peter Johan. Peter Shake Fusion. Og hvernig hittir hann bara á appinu á Akureyri? Mér langar að vita söguna bak við það TikTok. Já, sko, Pétur var, svo að ég var að koma í bíói. Já. Og Pétur var hérna á hóteli sem var beint fyrir fram bíóið. Já. Og og ég sé bara Pétur, herru, ég er að fara að gera TikTok með Péturi Jóhanni núna. Leip svona upp á hann, herru Pétur, þetta gera TikTok með mér eða eitthvað? Ég sagði ekki eða eitthvað, þú veist, það var pínu skrítið. Og hann sagði, nei, ég var að koma maður, ég ætla bara að fara hérna upp og hvíla með maður. Bara, nú jæja. Það ekkert ægilega vonda þegar þú ert að spurja einhvern að gera TikTok með þér og þið segja bara, nei. Já. Þá kemur þetta vandræðilega glott á þig, ok, hvað ég segja núna? Já. Já, og sem sagt, það var bara svona, nú jæja, ég fer það bara. Og var eitthvað mjög leiður og það lappiði gatnamótin. Og það heyrði í konu hans eitthvað að tala við hann bara, heyrðu, þú ert að fara að gera TikTok með hann núna. Bara, ok. Og síðan kemur á hlaupandi, heyrðu, hvernig er TikTok þess að tala um? Hleypur á eftir þér. Þú ferði í eitthvað panik bara, það er svona... Já, ég held ég hef gert eitthvað anskotan að mér og þannig bara þetta var fyrsta sem ég datt í hug. Já. Ég og Pétur erum svona mjög, við erum ekkert eitthvað rosalegir svona liðugir gæjar. Liðugir gæjar, það er orð. Eins og sást í vídeóinu, sko, við vorum svona... Ég ætla... Sést á hvað svona kubbalaðir félagarnir. Ég er að... Horfið á múfsinn hjá okkur félaganum. Báðið með dansinn alveg kolvitlason. Líka hann er bara í einhverjum kvartbuxum. Já. Veit ekkert hvað hann er að gera hana. Þetta fekk góð 120.000 áhorf. Já. Og já, ég sé hann að ég kom þetta risastórt í Caps Lock. Og svo er einhver meistari sem spyrir hana hver er þessi hægra megin. Það er gott. Svo líka gerur iconic TikTok daginn. Já, með Daniel. Það er nefnilega skemmtileg sag bak við það TikTok. Já, ég bara sá, ég fatt þetta TikTok ekki fyrst, sko. Ég þurfti að horfa á það tvisvar, ég sá þetta, var eitthvað, var ekkert mikið að fatta þegar ég sá postaði líka á Instagram, ég eitthvað, hvað maður er þannig, ég kíkti á TikTok, þá fatta ég þetta. Ég var ógeðislega lengi að fatta, ég átti að fatta svona. Já, náttúrulega til Daniel, sko. Og þú veist, líka þegar hann kom, hann kom á Akinn. Já. Og fekk sér að borða, þetta var á föstudegi eða eitthvað. Og ég var að vinna til 8 og síðan sá ég hann bara koma inn í matsal bara, eyjó, Daniel, í næði dögtinni, var að labba inn í húsið núna, krakkar. Bara, hver er það? Bara, úst. Það fauk smá í með hana. Stóð hann, var svona að þykjast þurrka borðum og eitthvað svona, var hann að plana hvernig hann á sambandi við hann. Já. Var að þurrka borðum og svona sópa, það var ekki skítur hann á gólfinu, sko. Það var líka að þurrka af öllan í kring. Og síðan loksins þegar maðurinn stendur upp, hleypið hann og spyr hann, viltu gera TikTok með mér eða? Nei, ég er að fara í brúðkaup, maður, Ég tók þessu bara sem svo föstu nei, sko. Og en hann sagðist alltaf að koma á sunnudaginn. Ok. Ég fengi þetta pínu ofta að fá að heyra þetta, en þetta kom einhvern veginn seinna. Ég kem að það seinna. Já, síðan kemur manneskjan aldrei. Já. Síðan var ég að vinna á sunnudaginn og var í mat eitthvað, síðan kemur félagið minn og segir, herru, hann er kominn, býtu hver? Daniel. Bara stendur hann fyrir framann eitthvað, svo ég lokka hann síðan, Akinn í megin og Orkan í megin. Já. Orkan var náttúrulega Shelly í gamla daga, sko. Þannig að ég platar hann það hinum megin og hann vildi ekki gera TikTok með mér, sko. En þetta byrjaði bara því að ég bara setti síman, herru, segðu bara þetta hérna. Og hann gerði það, svo segi ég mitt. Og hann skemmti svolítið konulega eftir það. Já, ég sá það. Þannig að við vorum félagarnir helvíti góðir á því í bensínu.
Mér fannst þetta svo góð, þetta er svo random. Já, Hver var það líka sem kominu svona Akinn var ekki Jón Gnarr? nei, Hver var það? sá maður vissi ekki að Aki væri til, hann ætlaði að koma á vakinn og hann rugglaðist á pennan Eymundsson á vakinn. Ég man sko, ef við förum aftur í vilja fyrir bæinn, við vorum bara að plata hann að koma og vera í þættinum, Jón Gnarr sem sagt. Já, já. Og það var allt planað, en svo hann segi, já, við ætlum við að taka upp á morgun, en hann segi, ég get ekki á morgun, ég er að fara til Akureyrar á morgun og vera þar í ári eitthvað. Og við vorum bara, heyrðu, það er fullkomið, Villi býr á Akureyrar, hann var bara, fuck. Þetta var svona afsökunum, svona, ég verði ekkert í bænum, og þú bara, já, ég kem bara. Það eru snilt. Já, hann var ekkert Heyrðum í konunni hans og eitthvað. Já, hún heiti Jóka. Heitir hún Jóka? Já. Það er rosalegt nafn. Já, þetta er eitthvað harra sem ég heyrt. Hún svaraði, mannstu við vorum að hringja í Jón Gnarr. Hún svaraði. Hún svaraði, Jóka, bara, jó. Það var rosalegt. Já, þessi þættir hann að vilja fyrir bæinn, það er ykkur Mesta steypa sem ég veit um. Já. Það er ekkert eðlilega gaman samt að taka þetta upp, sko. Hvað gerðum við? Við fórum, fyrsti þátturinn var á Akureyri, en fyrsti þátturinn sem við tókum upp, það var bara mesta chaos sem við hefum gert á ævinni. Það var pilsvagnin. Það var bara ákveði ángríns á 5 mínútum. Já, við hittust þarna upp í uppkast og hérna, hvað er að fara að gera? Fyrir með pilsvagnin. Það er sem sagt sko í skeifunni, þannig að pilsuvagnin var ángríns bara mínúti frá. Já. Þannig að við fórum í pilsuvagnin. Og gellan var bara, þessum að býða okkur lengi, þetta er alltaf bíll að koma og eitthvað. Já. Það var bara mesta chaos sem hefur gerst og við fórum svo að dansa á einhverju sviði. Já, það var eina sem við gerðum henni í Reykjavík, eða það ekki það? Jú, svo daginn eftir að fórum við í hústrekarinn með Múlersmann. Já. Og gott aðri. Ég var búin að gleyma því maður. Með engan sérstakann tilgangu, bara með að koma og taka upp í 5 mínútur og leittir í löppu inn og út, sko. Já, sagt okkur, heyri ykkur með yfirmanni þarna, það var enginn þarna. Ný. Nei, veit ekki hvort mótum þetta. Svo svona mesta sem við gátum gert var að fara á Brynjus, Þjóðrétt Akureyrar og búið til ís. Já, þar gerist slysið. Já, þar gerist stóra slysið, þegar að horfa bara á. Halda líka mjög margir að ég var að reyna þetta, sko, en ég var ekki að reyna að sína að ég gæti gert þetta. Ég brá líka bara svo mikið, ég bara, nei. Skemmti hellingarnammið þarna maður, lúksustífa yfir allt. Það var líka bara greið stelpunum sem voru að vinna. Já, við vorum, hvað voru margir að hjálpa þeim? Þið voru svona 4 eða eitthvað að hjálpa. Já. Heyrðu, ný spurning, Lárus Einar Ólafsson, sjáðu þetta á hann. Hann segir, af hverju er hann svona sætur? Já, jú, það fæði svo spurningu mjög oft, sko, hérna. Þetta ekki? Új, bara stafar. Nei, ég bara fætti svona, held ég. Svo er önnur spurning, hjúskapastaða villa. Búskapa? Hjúskapastaða. Veistu hvað það þýðir? Já, er ekki svona sambands eitthvað? Eitthvað þannig, já. Já. Já, ég meina, ég er bara ennþá á markaðunum og það er ekkert í gangi þar. Þið getið senda á hann skilaboð, hvað heitir á Instagram? Já, sendi mér e-mail. Getið senda hann e-mail, getið senda hann Instagram. Flöskuskeiti. Bréfdúi. Ég er bara mætt á Akinn. Já, mætt á Akinn. Það skiptir ekki máli hvert er mætið. Hann er alltaf. Já, ég er alltaf laus og lausu. En sko, já, ég er alltaf ekki mikið í því að skrifa ástabréf þessa dagana. Nei, hefur þú skrifa ástabréf? Já. Já, hvernig gerðu það? Ég var einhvern tíma svo dramatísku gæði, sko. Já. Var hérna, hvenær var þetta aftur? Þetta var hérna, ég bjó í Danmörku. Nei, ég bjó ekki í Danmörku. Bjóst í Danmörku? Já, ég bjó í Danmörku. Hvar hefur þú ekki búið? Hérna. Já, reyndar í bænum. Nei, þetta var ekki í Danmörku. Þetta var einhvern tíman, ég man þetta ekki, maður. Talar þú dönsku? Já, men jeg snakker fuldstændig dansk. Hvað bjóstu lengi í Danmörku? Jeg har boet i Danmark 3 år. 3 ár? Já. Jésús, hvað varstu gamall? Jeg var 41. Nei, hann að fokkar að vera upp, sko. Ég kann ekki töluna. Ég var 14 til 16. Já, svona ungur? Já. Og þú fluttið þaðan til Akureyrar? Já. Nei, Neskaupstaðar. Nei, Akureyrar. 1 ár þar og síðan Neskaupstaðar. Ég held alltaf að þú bjóst á Neskaupstað allan ævi og svo fórst til Akureyrar. Nei. Ég bara væri eitthvað nýtt hérna, sko. Ég fæddist á Akureyri,
flutti til Danmerkur í 3. bekk, held ég. Flutti síðan heim í 7. bekk. Flutt Danmerkur í 3. bekk? Það er ekki 14 ára? Jú, er maður ekki 14 ára í 3. bekk það? Nei. Nei. Ég var allar í 3. bekk, held ég, eða 4. Síðan flutti ég þarna heim og á Akureyri og Já. bjóð þar í 1 ár og flutti síðan til Neskaupstað, flutti til Akureyrar og þar er ég ennþá. Búin að vera víða. Og Já. er planið bærin einhvern tímann eða Já, eitt góð við þetta. eitt góða með þetta? Það er aldrei að vita. Já, mér langar alltaf að búa í bænum, sko. En Já. bara, þetta er svo mikill hausverkur að vera hérna, sko. Já, svo sannarlega. Vissir að þetta er fyrirbæri en í bænum sem er ekki til á Akureyri? Hvað? Það heitir umferð. Já. Það er eitt sem ég skil ekki við umferð. Af hverju keyri ekki bara áfram? Ógeðslega margir núna brjálar í kommentin út að það er rauð ljós og fólk bla. Já, eða bara búa til ykkur fjöldalestir bara þannig að þú veist, fólk getur hægt að keyra og bara allir Já. í lestum. Það er náttúrulega Ísland er svona 100 árum eftir öllum borgum í heimi. Þetta er búið að breytast í kastljós real quick, sko. Já. Endum á kveik. Heyrðu, horfðu á Edduna? Nei, ég mista henni. Nei, þetta var bara, sorry, ég er örugglega aldrei ára að vinna, það skiptir ekki máli. Ha. Þetta er bara eitt leiðilegasta sem ég veit á ævinni. Það er alltaf svona, alltaf ein mynd Já. sem er bara svona sérstaklega búin til að vinna velun. Já, það er alltaf ein ákveðminn sem Það vinnur er allt. engin metnaður, þú veist, jú að metnaður. Það er ekkert, einu metnaðurinn er bara að við ætlum að vinna öll velun á Eddunni. Og það voru flokkanir og voru 3-4 tilvinningar og maður er bara, vá, hver vinnur? Og þessi vinnur og maður bara, what, það er skrítið. Já, sko, ég hefði viljað leynulöggan að vinna þetta. Já, en Það það var var- náttúrulega Ég náttúrulega var í bíó í gær, sko. á henni, eða? Nei, hún ég var á- bíó. Bullet Train. Já, hvernig var hún? Hún var góð, sko. Já, ég hef ekki séð hana. Nei, sko, áttalega maður svo ég sem kann ekki ennsku, sko. Það er erfitt að vera með honum í bíó. Já, þú þarf texta. Já, hún líka alltaf að spyrja alla hvað er í gangi og Hver er þetta? veitir hver er þetta aftur. Já, þetta var skemmtileg mynd. Já, En síðan kom maður út og maður sá að Auddi að unni Edduna og já, hann var fyrir hvað, tónlistamenninn okkar eða eitthvað? já, Þú sást að hann var ekkert eðlilega ánægður og svo var hann að kynna velun og hann hætti ekki að tala sjálfa sig. Hann var ekkert eðlilega stoltur á sjálfum sér. Gjallan sem var að kynna með hann og hann þurfti bara að drekja þig. Þetta var vel fyndið, sko. æ. Auddi Cass Bleu. Auðun Cass Blondell. Já, maður sjá, ég ætla að hendi eitthvað svona Snapchat hérna. ætla að kíkja á, nei, engar fleiri. Jú, ég var að fá snapp frá Team Snapchat. Snapchat in computer. Ha, Það er rosalegt. hvað maus er það? Það er að vera að nota Snapchat á sem sagt núna í tölvunni. Sorry, ég var bara að fá snapp frá Team Snapchat. Býtu, Minn besti vinur. Loggaðin og Snapchat þarna bara og Ég held það, já. Það lítur að vera. Jesús. Ég ætla að pröfu þetta eftir. Já, En er einhver skemmtileg lokaorð frá þér? loka orð. Úf. Ég veit ekki neitt maður. Nei, það er alltaf, maður veit aldrei þegar maður er svona undir pressu allt í hennu. Já, En ég segi bara, henda bara í hérna sem, hvað heitir þetta, Boris Johnson? Það er lögfræðingur í Englandi. hasta la vista baby. Hasta la vista, la baby. Nei, hann var fórsetið þess áfra. Já, hann var það. Hann var það. Takk fyrir að hlusta. Er forseti í Englandi? Nei, það er konungur. Já, núna. Já, Já, þú veist, það var drottning. Ekki lengur. nei. Þannig að Guð blessi hana. Veistu eitthvað konungsfjölskylduna? Já, ég veit að Harry og hérna, kona hans eru skilin og... Ha? Já, það ekki? Nei. Nei. Veistu hvað drottningin hét? Elisabeth. Há rétt. Og veistu hvað nýji kongurinn heitir? Harry. Nei. Ha? Nýji kongurinn heitir Karl. Karl. Það var eitthvað prins sem heit Vilhjálmur. Já, það er sonur Karls. Nú, já, ég. Og bróður hans heitir Harry. Já, Og hann, er ekki Harry og Megan Fox saman?
Nei, Meghan Markle, ekki Meghan Megan Markle. Fox. Það var þetta rosalegt að sjá Megan Fox í konungsfjölskyldurinn, sko. Já, En þau eru ennþá saman, sko, þau bara hætti í konungsfjölskyldurinn. já þau hættu þar, já. Já, þau hætti ekki saman. Já, ég sá bara eitthvað dramin á TikTok að því að Harry mátti ekki verið eitthvað svona hermannagala eða eitthvað. Já, þetta er... Ég skilði þetta ekki, en það er... Já, það er ennþá konungsríkjana, það er fósettisráður hana. Hvað er það ekki fórseti? Úst, Nei, fósettisráðherra. okkur ekki drottningar á þeirra því að, úst, Þetta er þetta heldur góð punkti, sko. En það var Boris Johnson. já, Og svo hætti Boris Johnson og það var einhver, þú veist, Liz Truss eða ég veit ekki hvað hann heitir. já, var ekki Boris ykkur vesen ykkur partí, ég held eitthvað partí Hélt og eitthvað allar á hliðina. partí í COVID eða eitthvað, hann sagði af sér hann núna bara 2022 held ég. Já, Og þessi Liz Truss kom bara og 2 dögum setna dó drottningin. Það er sko pælt í því að þessi gælla er búin að vera í 2 daga í vinnunni og komið 2 svona, búin að hafa drottningu og kóng. Brjála að gera hjá henni, sko. já, Hún er alltaf að taka kósi. Það hefur verið rosalegt hjá henni á 100 ára, sko. já, hvað hefði gæst þá bara, England bara, Ég vill ekki eins og vita það, sko. já, Það var jarðaför áðan. já, ég horfði eitthvað smá á hana, svo var hann á Vísi, Já. beinútsendi í jarðaför. Það er ég gerði alveg mikið í COVID, sko, eins ítlaði hljómar, ég fór alltaf að skoða jarðafærir. Nú maður ekkert eðla krýp hér. Já, hvern er að bera til grafar í dag? Já, Jónas. Það er að stalka hann á Facebook. Já, þetta er Jónas og hann er konan hans og systir hans og Nei, þetta var alltaf eitthvað svona, þetta var alltaf hérna á Facebook bara, maður var að skrolla og síðan bara hérna jarðaför í beinni. beinútsending. Mér fannst þú það meikar alveg sens, það er alveg flott hugsun, en af hverju strímið sig opinni bara á Facebook, bara eitthvað random fólk? Já, ef Tune ég myndi þetta, ég get bara einhver efrið stjómundi vilja sjá jarðaförina mína. Já, þú veist, ég skil alveg þetta drottningin og heyrðu, Guðni T. H. var hana? Var hann Forseti? hérna? Nei, ekki hérna, í jarðaförinni. Já, var hann þar? Já, Guðni T. H. satt hérna, svo var einhver plebbi fyrir aftan hann Já, og fyrir aftan hann var fórsetið Bandaríkjanna. já, Trump. Nei, Biden. Stór rosalegu pólitíkus, eða ekki? Jú, jú. Veistu hvað forsætisráðherra Íslands heitir? Simiti er hættur að ekki. Hann er hættur. Já, hvað heitir aftur hinn hann að gæinn hann með hvíta hárið og hérna, já, Siggi. Siggi Ragg. Já, Já, hann er forsætisráðherra núna. já. Hvernig, Nei, ha, já, hvernig finnst þér störfin hans? Siggi Regg. Siggi Er að tala Ragnarsson. saman mannin eða? Já, Sigurður Ingi? já. Já. Sigur Ingi Ragnarsson. Með hvíta hári, svona stór. Já, svona klunarlegur. Hann er forsætisráðherra núna, hvernig líst þér á hann? Bara vel, ég fylgir svo lítið með þessu sko. Já, ég veit, ég sé það. Hann er ekki forsætisráðherra. Nú, já. Það er hún Katrín. Já, Kata Jak. Kata Jak, sáttu þetta á Katrín Jakobsdóttir. Ef að gera eina loka spurningu. Já. Nei, þetta er ekki family friendly spurning. Það er alltaf. Nei. Heyri, takk fyrir að hlusta í dag. Verðið sæl og gangi hægt gleðina dyr. Ég þóri ekki að segja sjáumst í næstu viku og ég sagði það í senast þetta og næstu í 2 mánuði liðnir. Örugglega næstu í meira. Já. Eða svona 1,5. Það skiptir ekki máli. Ég þóri ekki að segja þannig að við bara sjáumst. Næstu við sjáumst. Hasta la vista la baby.